Fundi fram haldið á Alþingi. Tekið fyrir að nýju fyrsta dagskrármálið. Bann við tilteknum frammistöðubætandi efnum og lyfjum, stjórnarfrumvarp, 293. mál á þingskjali 395, nefndarálit á þingskjölum 1097 og 1104, breytingatillögur á þingskjali 1158, framhald annarrar umræðu, atkvæðagreiðsla. Fyrst verða greidd atkvæði fyrstu grein og hefst nú atkvæðagreiðslan. Til máls tekur atkvæðagreiðsluna sem þó hv. þingmaður Halldóra Mogensen, 11. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður. Forseti, mig langaði bara til þess að koma hér upp og bara þakka fyrir þessa ágætu lendingu í þessu máli og ég fagna því að hér ekki verið að refsa notendum þessara frammistöðubætandi efna og við séum að taka skref í átt að skaðaminnkunarúrræðum hvað þessi mál varðar. Atkvæðagreiðslan stendur yfir. Atkvæðagreiðslan var hafin og þannig að menn geti gert grein fyrir atkvæði sínu. Hv. þingmaður Sigmundur Davíð Gunnlaugsson, 3. þingmaður Norðausturkjördæmis, gerir grein fyrir atkvæði sínu. Eru það fleiri? Svo ekki. Virðulegur forseti, ég hlynntur markmið þessa frumvarps, en engu að síður margt sérkennilegt í því og það eins og mörg önnur frumvörp sem eru til umræðu hér í dag ber þess merki að vera kannski ekki full unnið. Það sem þó kannski einna sérkennilegast 3. greinin, það sem að í frumvarpi frá hæstv. Heilbrigðisráðherra lagagrein það að fram skuli fara fræðsla tiltekið málefni. Þetta hlýtur að vera nokkur nýlunda að ráðherra eins málaflokks skipi fyrir með hvaða hætti annar ráðherra skuli sinna sínu hlutverki og jafnframt að ráðherra eins málaflokks kveði á það í lögum að fram skuli fara fræðsla tiltekið mál án þess að því fylgi útskýringar af því hvernig sú fræðsla á að fara fram, hvernig hún verði fjármögnuð, hver eigi að standa að henni eða nokkuð annað. Engu að síður segi já við þessu frumvarpi. Atkvæðagreiðslan stendur yfir. Atkvæðagreiðslunni lokið. Fyrsta grein samþykkt með 63 samhljóða atkvæðum og verður ekki betur gert. Þá verða greidd atkvæði 2. og 3. grein og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðsla stendur yfir. Atkvæðagreiðslunni lokið. 2. og 3. grein eru samþykktar með 63 samhljóða atkvæðum. Á þingskjali 1158 breytingartillaga frá Ólafi Þór Gunnarssyni við 4. grein og hefst nú atkvæðagreiðslan. Hv. þingmaður Þórhildur Sunna Ævarsdóttir gerir grein fyrir atkvæði sínu. Virðulegur forseti, ég vil einfaldlega leyfa mér að fagna þau skref sem með þessari tillögu eru stigin í átt að skaðaminnkun frekar en refsistefnu. Ég vona að þetta sé eitt skref af mörgum. Fyrir liggur skýrsla frá starfshópi, þverpólitískum starfshópi, sem lagði til við okkur að við færum þá leið að stunda frekar skaðaminnkun heldur en í raun og veru skaðaukandi refsiaðgerðir sem við höfum verið að gera gagnvart neytendum hvers kyns efna sem ekki hafa átt upp á pallborðið hjá yfirvöldum fram að þessu. Og mig langar að fagna þeirri nokkurn veginn samstöðu sem ég verið sjá í átt að skaðaminnkun hér á þessu þingi og þakka kærlega fyrir það. Hv. 11. þingmaður Suðvesturkjördæmis Ólafur Þór Gunnarsson gerir grein fyrir atkvæði sínu. Virðulegi forseti, hér eins og hv. þingmaður Þórhildur Sunna Ævarsdóttir kom inn á stigið skref í átt að skaðaminnkandi úrræðum sem afar jákvætt. Hér verið að sneiða hjá því að refsa notendum en leggja fremur áherslu á að þeir sem eru að selja, framleiða og flytja inn að þeir beri ábyrgðina á allan að þeim hluta vandans og því segi ég já. Atkvæðagreiðsla stendur yfir. Hafa allir hv. þingmenn greitt atkvæði? Svo virðist vera. Atkvæðagreiðslunni lokið. Breytingartillagan samþykkt með 57 atkvæðum gegn 7. 56 atkvæðum gegn 7. Í nefndaráliti á þingskjali 1104 töluliður 1 breytingartillaga frá minnihluta velferðarnefndar við 4. grein og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslan stendur yfir. Atkvæðagreiðslunni lokið. Breytingartillagan felld með 37 atkvæðum gegn 26. Þá verða greidd atkvæði
4. grein svo breytta og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslan stendur yfir. Atkvæðagreiðslunni er lokið. 4. grein svo breytt er samþykkt með 63 samhljóða atkvæðum. Þá verður greidd atkvæði 5. grein og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslunni er lokið. 5. grein er samþykkt með 62 samhljóða atkvæðum. Endurtaka. Gerum við það. Við erum að ná þessu eina atkvæði. Atkvæðagreiðslan stendur yfir. Atkvæðagreiðslunni er lokið. Nú. 5. grein er samþykkt með 61 samhljóða atkvæði. Og situr við það. Í nefndaráliti á þingskjali 1104 töluliður 2 er breytingatillaga frá minnihluta velferðarnefndar við 6. grein og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðsla stendur yfir. Atkvæðagreiðslunni er lokið. Breytingatillagan er felld með 37 atkvæðum gegn 26. Þá verða greidd atkvæði 6. og 7. grein og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðsla stendur yfir. Atkvæðagreiðslunni er lokið. 7. og 7. grein eru samþykktar með 63 samhljóða atkvæðum. Fyrirsögn frumvarpsins skoðast samþykkt án atkvæðagreiðslu ef enginn hreyfir andmælum og sömuleiðis að málið gangi til 3. umræðu. Þá tekið fyrir annað dagskrármálið skilyrðislaus grunnframfærsla. Þingsályktunartillaga 9. mál á þingskjali 9. Nefndarálit á þingskjölum 1064 og 1106. Framhald síðari umræðu atkvæðagreiðsla. Háttvirtur þingmaður Halldór Mogensen óskar eftir að ræða atkvæðagreiðsluna. Eru það fleiri? Nei. Forseti, ég kem bara hérna upp fagnandi en einu sinni. Bara frábært að við ætlum loksins að fara að skoða borgaralaun og ég er bara mjög ánægð með það að þetta fari í framtíðarnefndina. En kannski beini til hæstvirtum forsætisráðherra að ég vona bara að þessari nefnd verði komin á laggirnar sem allra fyrst og að nefndin fái í raun og veru þau verkfæri og það fjármagn sem þörf er á til þess að sinna þessu verkefni vel. Þetta er mikilvægt framtíðarverkefni og bara þakka fyrir samstöðuna og bara er spennt fyrir þessu. Háttvirtur 9. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Andrés Ingi Jónsson, gerir grein fyrir atkvæði sínu. Virðulegur forseti, ég stend hér að meirihlutaáliti með frávísunartillögu sem er ein af þessum frávísunartillögum þar sem að manni finnst nafnið ekki alveg eiga við. Af því við erum að vísa tillögunni áfram í frekari vinnslu á vettvangi sem ég held að eigi eftir að vinna mjög vel úr því að greina kosti og galla borgaralauna og hvernig sú hugmyndafræði getur tvinnast inn í framtíðina hér á landi. Þannig að ég bara er mjög ánægður með þá vinnu sem átt sér stað í velferðarnefnd og hlakka til að sjá hvað gerist í þeirri vinnu sem tekur við nú að lokinni þessari afgreiðslu. Á þingskjali 1106 er tillaga frá meirihluta velferðarnefndar að vísa málinu til ríkisstjórnarinnar og hefst nú atkvæðagreiðsla. Háttvirtur þingmaður Birgir Ármannsson gerir grein fyrir atkvæði sínu. 8. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður. Herra forseti, ég stend að þeirri breytingatillögu sem hér liggur fyrir að vísa málinu til framtíðarnefndar ríkisstjórnarinnar. Ég auðvitað greiði atkvæði með þessu og vona að framtíðarnefndin taki þetta til gaumgæfilegrar athugunar. En ég verð þó að taka fram til þess að fyrirbyggja misskilning að með því atkvæði mínu þá er ég ekki að taka neitt sérlega vel undir hugmyndina vegna þess að ég leggst hins vegar ekki gegn því að máli verði skoðað þó að ég játi það að fyrirfram hef ég mjög mikla fordóma gagnvart þessari hugmynd. Atkvæðagreiðslan stendur yfir. Atkvæðagreiðslunni er lokið. Tillaga að vísa málinu til ríkisstjórnarinnar er samþykkt með 55 atkvæðum, 8 greiða ekki atkvæði og málið þar með afgreitt. Tekið fyrir 3. dagskrármálið barnalög, frumvarp 238. mál á þingskjali 334, nefndarálit á þingskjölum 1085 og 1090, framhald annarrar umræðu atkvæðagreiðsla. Í nefndaráliti á þingskjali 1085 er tillaga frá minnihluta velferðarnefndar að vísa málinu til ríkisstjórnarinnar og hefst nú atkvæðagreiðslan.
Tillagan er frá minnihluta velferðarnefndar, hv. þingmönnum Andrési Inga Jónssyni og hv. þingmaður Andrés Ingi Jónsson gerir grein fyrir atkvæði sínu. Skýrast þá málin kannski. Virðulegur forseti, mér sýnist á öll að hér þurfi smá skýrleika í salinn. Um er að ræða frávísunartillögu sem að ég stend að ásamt Ólafi Þór Gunnarssyni, fulltrúa í velferðarnefnd. Við erum sammála megin markmiðum frumvarpsins en tökum undir umsagnaraðila á borð við umboðsmann barna sem segja að viðamiklar breytingar á barnalögum beri að skoða betur með fag- og hagsmunaaðilum og við sem sé viljum vera varkári aðilinn í þessu sambandi og vísa þessu til ráðuneytis til frekari umfjöllunar. Hæstv. Dómsmálaráðherra Sigríður Á. Andersen gerir grein fyrir atkvæði sínu. Virðulegur forseti, ég tek undir með hv. flutningsmanni þessar tillögu að öll viljum við auðvitað styrkja rétt barna til þess að þekkja uppruna sinn og þar fram til götunum. Ég tel hins vegar þessi breyting eins og hún liggur fyrir á þingskjalinu sem hér til umræðu og reyndar þannig að textinn hann gengur alls ekki upp, þannig að ég tel óhjákvæmilegt að máli fari að minnsta kosti þá til hv. nefndar aftur með 2. og 3. umræðu ef það verður ekki fallist á það að vísa þessu til ríkisstjórnarinnar að vísa þessu máli frá vegna þess að ég tel þessa breytingu helst til viðurhlutamikla án þess að það hafi verið leitað sjónarmiða allra sem að þessu máli koma. Ég tek það sem dæmi að dómsmálaráðuneytið hefur ekki veitt umsögn þetta mál, hefur ekki verið óskað eftir því og ég mælist nú til þess að þessi mikla breyting sem hér er lögð til fái ítarlegri og betri umfjöllun hjá þeim sem gerst þekkja í þessu máli. Atkvæðagreiðslan stendur yfir. Atkvæðagreiðslan er opin. Atkvæðagreiðslan stendur yfir. Og þá hefur kerfið frosið og við endurræsum það bara. Atkvæðagreiðslan hefst að nýju. Bíðið augnablik. Atkvæðagreiðsla þessa frávísunartillögu minnihluta velferðarnefndar hefst þá að nýju. Atkvæðagreiðslan stendur yfir. Hafa allir hv. þingmenn greitt atkvæði? Atkvæðagreiðslunni er lokið. Frávísunartillagan er felld með 39 atkvæðum gegn 21, 3 greiða ekki atkvæði. Í nefndaráliti á þingskjali 1090 er breytingartillaga frá meirihluta velferðarnefndar við 1. grein og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðsla stendur yfir. Atkvæðagreiðslunni er lokið. Breytingartillagan er samþykkt með 58 atkvæðum, 5 greiða ekki atkvæði. Þá er að greidda atkvæði 1. grein svo breytta og hefst nú atkvæðagreiðslan. 1. grein svo breytta og hefst nú atkvæðagreiðslan. Þetta er augnablik. Þá hefst atkvæðagrein 1. grein svo breytta. Atkvæðagreiðslan stendur yfir. Hafa allir hv. þingmenn greitt atkvæði, svo virðist vera. 1. grein svo breytt er samþykkt með 48 atkvæðum, 14 greiða ekki atkvæði. Þá er að greidda atkvæði 2. og 3. grein og hefst nú atkvæðagreiðslan. Hv. þingmaður Vilhjálmur Árnason gerir grein fyrir atkvæði sínu. Virðulegi forseti, ég vil nú byrja að fagna að við séum að greiða atkvæði þetta mikla réttindamál og það sé loksins að fá þessa afgreiðslu Alþingis þar sem þetta hefur margoft rætt hér í þinginu og við höfum fengið hina ýmsu aðila á fundi nefndarinnar. Hins vegar hefur bent á það að það er eitt orð sem þarf að breyta svo að í þessari grein svo við breytum ekki réttindum þeirra sem höfðu réttindin fyrir. Þannig að ég boða bara þá breytingartillögu fyrir 3. umræðu og mun hún birtast síðar í kvöld. Hvetja hv. þingmenn til að greiða atkvæði. Þá hafa vonandi allir gert það. Atkvæðagreiðslunni er lokið. 2. og 3. grein eru samþykktar með 47 atkvæðum, 15 greiða ekki atkvæði. Fyrirsögn skoðast samþykkt án atkvæðagreiðslu
Ef enginn hreyfir andmælum og frumvarpið gengur nú til 3. umræðu er það samþykkt. Og nefndar. Óskað er eftir að frumvarpið gangi til nefndar í millitíðinni. Þá er tekið fyrir 4. dagskrármáli, meðferð sakamála, frumvarp 628. mál á þingskjali 1041, framhald 2. umræðu, atkvæðagreiðsla. Fyrst verða greidd atkvæði um 1. grein og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðsla stendur yfir. Atkvæðagreiðslunni er lokið. 1. grein er samþykkt með 62 samhljóða atkvæðum. Þá er greidd atkvæði um 2. grein og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslunni er lokið. 2. grein er samþykkt með 63 samhljóða atkvæðum. Fyrirsögn skoðast samþykkt án atkvæðagreiðslu ef enginn hreyfir andmælum og sömuleiðis að frumvarpið gangi til 3. umræðu. Tekið er fyrir 5. dagskrármáli kjararáð frumvarp 630. mál á þingskjali 1048. Breytingatillaga á þingskjali 1180, framhald 2. umræðu, atkvæðagreiðsla. Til máls tekur atkvæðagreiðsluna hv. 3. þingmaður hæstv. forsætisráðherra Katrín Jakobsdóttir tekur til máls atkvæðagreiðsluna og Herra forseti, hér er í raun af efnahags- og viðskiptanefnd hv. verið að leggja til að leggja niður kjararáð og fyrir liggur að frumvarp mun koma í haust nýtt fyrirkomulag launa æðstu ráðamanna þar sem fylgt verður niðurstöðum þeirrar nefndar sem starfaði hér á vegum ríkisstjórnarinnar í janúar, þar sem lagt var til að fyrirkomulag hér á landi yrði fært til þess sem gerist á Norðurlöndum, þar sem laun æðstu embættismanna eru tengd launaþróun á opinberum markaði. Og ég vonast til þess að þetta geti skapað aukna sátt á vinnumarkaði launaákvarðanir æðstu embættismanna. Leið vil ég segja það vegna þeirra breytingartillögu sem hér er lögð fram við frumvarpið. Ég mun greiða atkvæði gegn þeirri breytingartillögu enda liggur fyrir í þeirri skýrslu sem skilað var til stjórnvalda þar sem allir aðilar utan einn féllust á að ekki væri skynsamlegt að fara að lækka hér laun með afturvirkum hætti enda ef laun þeirra sem heyra undir kjararáð eru óbreytt út þetta ár mun meðaltal launaþróunar þeirra hópa verið í takt við launaþróun á almennu vinnumarkaði á árunum 2013 til 2018. Og ég bið hv. þingmenn að hafa þær staðreyndir í huga sem birtast í þessari skýrslu. Þá ræðir atkvæðagreiðsluna hv. 8. þingmaður Suðvesturkjördæmis Jón Þór Ólafsson. Herra forseti, breytingartillagan sem við Píratar leggjum fram hefur ekki að gera með afturvirka launalækkun. Afturvirk lög sem að skerða réttindi fólk afturvirk er svona ein meginregla í vestrænu réttarfari og alveg aftur til rómverska lýðveldisins að það er meginreglan að við gerum ekki svoleiðis. Þannig að það er ekki það sem við erum að leggja til. Það sem við erum að leggja aftur á móti til að laun þingmanna lækki þá þetta tímabundi, eins og forsætisráðherra nefnir að það mun leiðréttast einhvern tímann í byrjun ársins 2019, eftir ár, einhvern tímann eftir hálft ár allavega. En þangað til að þá leiðréttist launin okkar, við erum búin að vera að hafa þessa launahækkun núna alveg frá ákvörðun kjararáðs í 1,5 ár, en það leiðréttast á launin bara hjá ráðherrum og þingmönnum í átt við þá launaþróun sem hefði átt að segja sér stað og það er gott að forsætisráðherra viðurkennir að við fórum umfram þá launaþróun. Margt annað við þetta mál er mjög gott. Við ætlum að vera á gulu vegna þess að það eru álitaefni sem við höfum nefnt. Þetta kom seint inn í þingið, kemur beint úr nefnd, lítil umræða, nánast ekkert unnið í nefndinni, þannig að við munum bara sitja hjá hvað þetta varðar. Við höfum bent í okkar ræðum á álitaefni sem gætu verið varhugaverð og maður geta bara kíkt á ræðurnar með það og ég er búið með tímann minn. En það er annars margt gott við þetta. Ég vona að fólk samþykki breytingartillöguna þannig að við fáum bara strax réttlætið en þurfum ekki að bíða núna fram á næsta ár varðandi launaþróun æðstu ráðamanna. Þá ræðir atkvæðagreiðsluna hv. 3. þingmaður Norðausturkjördæmis Sigmundur Davíð Gunnlaugsson. Virðulegur forseti, þetta mál eins og nokkur önnur mál sem við greiðum atkvæðum hér í kvöld ber öll merki sýndarmennsku. Ég tel að það sé óhætt að álykta að flestir, jafnvel allir þingmenn séu sammála að það þurfi að gera breytingar á kjararáð og leggja það niður jafnvel. En það að stjórnvöld eða í þessu tilviki meirihluti efnahags- og viðskiptanefndar skjóti inn þessari tillögu og lokaspretti þingsins leggi til að ákveðið fyrirkomulag verði aflagt áður en að liggur fyrir hvað tekur við er mjög undarlegt. Þetta er ekki góð vinnubrögð, virðulegur forseti. Gefum okkur bara til dæmis að það sem að tæki við væri verra en það fyrirkomulag sem við höfum núna, að mati einhverja þingmanna. Hvers vegna skyldu menn þá samþykkja nú að leggja af það fyrirkomulag sem er til staðar, vitandi ekki hvað tekur við?
Þetta eru mjög undarleg vinnubrögð, virðulegur forseti, og þar af leiðandi ekki hægt að greiða atkvæði með þessari tillögu, þrátt fyrir, eins og ég nefndi áðan, að almennt sé held ég samstaða meðal þingmanna um að það þurfi að gera þessar breytingar. Þá tekur til máls atkvæðagreiðsluna hv. 11. þingmaður Suðvesturkjördæmis Ólafur Þór Gunnarsson. Virðulegi forseti, úrskurðir kjararáðs hafa haft áhrif á stóran hóp kjörinna fulltrúa annarra en þingmanna og ráðherra, aðallega í sveitarstjórnum. Það væri óskynsamlegt að taka þessu ákvörðun nú, það er að segja að samþykkja breytingartillöguna sem er við frumvarpið í ljósi þessara staðreyndar og einnig í ljósi þess að það hefur þegar farið fram vinna og nefnd skilað áliti til forsætisráðherra og liggur fyrir að það verður lagt fram frumvarp í haust sem að mun taka á þessum málum heildstætt. Því mun ég við atkvæðagreiðsluna greiða atkvæði gegn breytingartillögunni en með frumvarpinu. Greidd verða þá atkvæði um 1. grein og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslan stendur yfir. Atkvæðagreiðslunni er lokið. 1. grein er samþykkt með 48 atkvæðum, 15 greiða ekki atkvæði. Þá verða greidd atkvæði um 2. grein og ákvæði til bráðabirgða og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslan stendur yfir. Atkvæðagreiðslunni er lokið. 2. grein og ákvæði til bráðabirgða er samþykkt með 45 atkvæðum, 18 greiða ekki atkvæði. Á þingskjali 1180 er breytingartillaga frá Jóni Þór Ólafssyni að við bætist nýtt ákvæði til bráðabirgða sem orðist eins og þar segir og hefst nú atkvæðagreiðslan. Hv. þingmaður Jón Þór Ólafsson gerir grein fyrir atkvæði sínu. Og hver? Sæm. Herra forseti, bara ég lesi og skýrið út nákvæmlega hvað við erum að fara að kjósa um. Það er bara með leyfi forseta að við bætist nýtt ákvæði til bráðabirgða svohljóðandi. Kjararáð skal fyrir 1. júlí 2018 bæta þarna inn, það er vegna þess að það verður fellt úr gildi kjararáð á þeim tíma núna í sumar. Held áfram, kveðið upp nýjan úrskurð er felið í sér launalækkun alþingismanna og ráðherra, aðeins að nefna þá síðasti séns, held áfram, sem samsvari því að laun þeirra fylgi almennri launaþróun frá 11. júní 2013. Skautið að sinn þarna það er vegna þess að það er það sem að þorri launafólk, 70% launþjóð almenni vinnumarkaði þurfti að sætta sig við til þess að reyna á sátt í þessu samfélagi hvað varðar launaþróun. Held áfram, ákvörðun skal taka gildi síðar en 1. júlí 2018. Ákvæði þetta gildir ekki forseta Íslands og dómendur. Það er bara restina bara aðeins verið að nefna það að við erum bara að tala um þessa aðila sem fengu þessa hækkun á kjördag 2016. Ef við samþykkjum þetta þá bara förum við strax í það að leiðrétta okkur laun með launaþróun sem við áttum alltaf að vera með, þótt við séum búin að ekki afturvirkt, þannig að við höldum eftir þessum peningum sem við fengum alveg frá kjördag 2016. Ég vissi ekki út og ég lagði það í það að kæra kjararáð og það mál verður tekið fyrir úrskurðað frávísunarkröfu í lok þessa mánaðar. Fólk getur fyrst með. Þá gerir grein fyrir atkvæði sínu hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Þorsteinn Sæmundsson. Hæstvirtur forseti, þessi tillaga er hrein sýndarmennska og ég segi nei. Atkvæðagreiðslan stendur yfir. Atkvæðagreiðslunni er lokið. Breytingartillagan er felld með 49 atkvæðum gegn 14. Fyrirsögn frumvarpsins skoðast samþykkt án atkvæðagreiðslu ef enginn hreyfir andmælum. Frumvarpið gengur nú til 3. umræðu og er það samþykkt. Tekið er fyrir 6. dagskrármáli köfun stjórnarfrumvarp 481. mál á þingskjali 691. Nefndarálit á þingskjali 1125, breytingartillögur á þingskjali 1126, framhald 2. umræðu atkvæðagreiðsla. Fyrst verður greidd atkvæði um 1. grein og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðsla stendur yfir. Atkvæðagreiðslu er lokið. 1. grein er samþykkt með 62 samhljóða atkvæðum. Þá verður greidd atkvæði um 2. grein og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslan stendur yfir. Atkvæðagreiðslu er lokið. 2. grein er samþykkt með 63 samhljóða atkvæðum. Á þingskjali 1126, töluliðir 1-7, eru breytingartillögur frá umhverfis- og samgöngunefnd við 3. til 16. grein og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslan stendur yfir. Atkvæðagreiðslunni er lokið. Breytingartillögurnar eru samþykktar með 63 samhljóða atkvæðum. Þá er það greidd atkvæði um 3. til 16. grein svo breyttar og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslunni er lokið. 3. til 16. grein svo breyttar eru samþykktar með 63 samhljóða atkvæðum. Þá er það greidd atkvæði um 17. og 18. grein og hefst nú atkvæðagreiðslan.
Atkvæðagreiðslunni er lokið. 17. og 18. greinar eru samþykktar með 61 samhljóða atkvæði. Fyrirsögn frumvarpsins skoðast samþykkt án atkvæðagreiðslu ef enginn hreyfir andmælum og að frumvarpið gangi til 3. umræðu. Er það samþykkt? Já, menn vilja nægir að skrá það. Já, við skráum stuðning forsætisráðherra við þetta merka frumvarp. Þá er tekið fyrir 7. dagskrármáli stefnumótandi byggðaáætlun 2018–2024, stjórnartillaga 480. mál á þingskjali 690, nefndarálit á þingskjölum 1124 og 1134, framhald síðari umræðu, atkvæðagreiðsla. Til máls tekur atkvæðagreiðsluna hv. þingmaður Bergþór Ólason. Nei. Nei, það voru allar teknar í einu. Við erum komin af stað með 7. dagskrármálið. Er þá hv. þingmaður ekki að mælendaskrá atkvæðagreiðsluna? Óskar einhver eftir að ræða atkvæðagreiðsluna? Byggðaáætlun. Þá tekur til máls hv. 8. þingmaður Suðurkjördæmis Karl Gauti Hjaltason. Virðulegi forseti, við erum að fara að greiða atkvæði byggðaáætlun og þar lagði ég fram breytingatillögu og setti fram skýrari markmið og framkvæmda og aðgerðaáætlun skógrækt. Þessi breytingartillaga fjallar skógrækt vegna þess að mér finnst auðvitað ekki boðlegt þjóð sem hefur það á samvisku sinni að hafa afklætt landið þeim skógi sem var hér við landnám og yppa svo öxlum þegar kemur að því að fá tækifæri eins og núna til þess að endurheimta brotabrot af þeim skógum sem voru hér á þeim tíma. Þá tekur til máls atkvæðagreiðsluna hv. 10. þingmaður Norðausturkjördæmis Albertína Friðbjörg Elíasdóttir. Herra forseti, eins og ég hef svo oft komið inn á hér þá er byggðastefna alger grundvallarstefna í starfi ríkisins og ég minni á mikilvægi þess að ráðherra fylgi vel á eftir ákvæði að í allri stefnumörkun og áætlanagerð hins opinbera verði áhrif af þróun einstakra byggða og búsetu skoðuð og metin. Í stefnunni er annars mikið rætt og notuð falleg og blómleg orð, en eins og við ræddum hér í þingsal fyrir í dag þá er staðreyndin sú að nokkur fjöldi verkefna í áætluninni er ekki fjármagnaður og því höfum við í Samfylkingunni nokkrar áhyggjur af því að minna verði úr framkvæmdinni en æskilegt væri. Við teljum málið þó mikilvægt og munum styðja það í atkvæðagreiðslunni. Til máls tekur atkvæðagreiðsluna hæstv. Samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra Sigurður Ingi Jóhannsson. Virðulegi forseti, ég kem nú hérna fyrst og fremst upp til þess að þakka annars vegar nefndinni fyrir góða vinnu við að afgreiða byggðaáætlunina sem og öllum öðrum þingmönnum sem tóku þátt í umræðunni bæði við fyrstu og aftur í dag sem ég hlýddi á. Það er ljóst að í þessum sal er mikill áhugi á byggðaáætlun. Þessi byggðaáætlun er, held ég megi segja, sú vandaðasta sem við höfum lagt fram. Hún er búin að fara í gegnum meira samráð heldur en flestar aðrar. Hún er betur fjármögnuð, hún er betur undirbyggð, það eru mælikvarðar og það eru líka tæki til þess að tryggja að henni verði fylgt eftir bæði með upplýsingagjöf hér til þingsins, umræðu á vettvangi ríkisstjórnar og út í samfélaginu. Þannig að ég vildi bara fyrst og fremst koma hérna upp og þakka fyrir þetta þó við sem ekki byrjuð að greiða atkvæði þá heyrði ég tóninn í þingmönnum í dag. Til máls tekur atkvæðagreiðsluna hv. 9. þingmaður Norðausturkjördæmis Líneik Anna Sævarsdóttir. Virðulegi forseti, við afgreiðslu málsins þá liggja fyrir 2 breytingartillögur, annars vegar frá meirihluta og þá breytingartillögu mun ég styðja, hins vegar frá minnihluta og þá breytingartillögu mun ég ekki styðja því að ég tel að raun efnið sé innifalið í breytingartillögu meirihlutans sem dró fram í sinni vinnu verulega viðbótar áherslu á skógrækt frá því sem lá fyrir eins og tillagan var lögð fram og þar er bætt við markmiði og það sem meirihluti segir og dregur fram að skógrækt hefur þá sérstöðu að vera einn af lykilþáttum í aðgerðum í loftslagsmálum,
auk þess að vera lykilþáttur í atvinnusköpun í dreifðum byggðum til langrar framtíðar. Og því miður þá tel ég breytingartillögu minnihlutans, sem tillaga nýja aðgerð í skógrækt, ekki vera alveg í takt við áætlunina og því rauninni frekar flækja málið en bæta. Í nefndaráliti á þingskjali 1134, töluliður 1 og 2, eru breytingartillögur frá minnihluta umhverfis- og samgöngunefndar við tillögugreinina og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslan stendur yfir. Atkvæðagreiðslunni er lokið. Breytingartillagan er felld með 43 atkvæðum gegn 17, 2 greiða ekki atkvæði. Í nefndaráliti á þingskjali 1124, töluliður 1 til 3, eru breytingartillögur frá meirihluta umhverfis- og samgöngunefndar við tillögugreinina og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslan stendur yfir. Atkvæðagreiðslunni er lokið. Breytingartillögurnar eru samþykktar með 61 samhljóða atkvæði. Þá verða greidd atkvæði tillögugreinina svo breytta og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslan stendur yfir. Atkvæðagreiðslunni er lokið. Tillögugreinin svo breytt er samþykkt með 61 samhljóða atkvæði. Þá verða greidd atkvæði tillöguna í heild svo breytta og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslan stendur yfir. Atkvæðagreiðslunni er lokið. Tillagan í heild svo breytt er samþykkt með 62 samhljóða atkvæðum og verður send hæstv. Ríkisstjórn sem ályktun Alþingis. Tekið fyrir 8. dagskrármálið aukatekjur ríkissjóðs, stjórnarfrumvarp 629. mál á þingskjali 1047, nefndarálit á þingskjali 1150, framhald 2. umræðu atkvæðagreiðsla. Greidd er atkvæði um 1. grein og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslan stendur yfir. Atkvæðagreiðslunni er lokið. 1. grein er samþykkt með 62 samhljóða atkvæðum. Þá verður greidd atkvæði um 2. grein og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðsla stendur yfir. Atkvæðagreiðslunni er lokið. 2. grein er samþykkt með 62 samhljóða atkvæðum. Fyrirsögn skoðast samþykkt án atkvæðagreiðslu ef enginn hreyfir andmælum og frumvarpið gengur nú til 3. umræðu og er það samþykkt. Tekið fyrir 9. dagskrármálið aðgerðir gegn skattundanskotum og skattsvikum. Stjórnarfrumvarp 561. mál á þingskjali 884, nefndarálit á þingskjali 1149, framhald 2. umræðu atkvæðagreiðsla. Í nefndaráliti á þingskjali 1149 er breytingartillaga frá efnahags- og viðskiptanefnd við 1. grein og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðsla stendur yfir. Atkvæðagreiðslu er lokið. Breytingartillagan er samþykkt með 62 samhljóða atkvæðum. Þá er að greidda atkvæði um 1. grein svo breytta og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslunni er lokið. 1. grein svo breytt er samþykkt með 62 samhljóða atkvæðum. Þá er að greidda atkvæði um 2. til og með 5. grein og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslunni er lokið. 2. til og með 5. grein eru samþykktar með 61 samhljóða atkvæði. Fyrirsögn skoðast samþykkt án atkvæðagreiðslu ef enginn hreyfir andmælum og að frumvarpið gangi til 3. umræðu. Tekið fyrir 10. dagskrármálið íslenskur ríkisborgararéttur og barnalög, stjórnarfrumvarp 133. mál á þingskjali 205, nefndarálit á þingskjali 1155, breytingartillögu á þingskjali 1181, framhald 2. umræðu atkvæðagreiðsla. Fyrst verður greidd atkvæði um 1. grein og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðsla stendur yfir. Atkvæðagreiðslunni er lokið. 1. grein er samþykkt með 62 samhljóða atkvæðum. Á þingskjali 1181 er breytingartillaga frá Þórhildi Sunnu Ævarsdóttur við 2. grein og hefst nú atkvæðagreiðslan. Hv. þingmaður Þórhildur Sunna Ævarsdóttir gerir grein fyrir atkvæði sínu. Herra forseti, hér legg ég til þá einföldu breytingu að í stað þess að unga barn sem fæðist hér á landi ríkisfangslaust þurfi að bíða í 3 ár eftir því að fá hér ríkisfang þurfi einungis að bíða í 1. Þetta finnst mér vera í samræmi við þær alþjóðlegu skuldbindingar sem við erum að innleiða með þessum lögum, sem að gera enga kröfu um það að nýfædd börn þurfi að bíða í 3 ár eftir að fá ríkisborgararétt. Heldur þar einungis sagt fyrir að lög landsins geti sagt fyrir það eða að börn geti öðlast ríkisfang við fæðingu. Og ég hef alveg tekið undir þau sjónarmið að það geti verið eðlilegt að bíða aðeins með að veita ríkisfangslausu eða ætluðu ríkisfangslausu barni ríkisfang hér á Íslandi vegna þess að það geti komið í veg fyrir hið eiginlega ríkisfangs barnsins, en mér finnst 1 ár vera feiki nóg til þess að komast að niðurstöðu það og mér finnst 3 ár full langt fyrir jafn mikilvæg réttindi
og það að hafa ríkisfang er. Þannig að til þess leggjum við fram þessa breytingu. Atkvæðagreiðslan stendur yfir. Hvet alla hv. þingmenn til að greiða atkvæði. Atkvæðagreiðslunni er lokið. Breytingartillagan er felld með 43 atkvæðum gegn 18, einn greiðir ekki atkvæði. Þá er greitt atkvæði með 2. til og með 4. grein og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðsla stendur yfir, atkvæðagreiðslunni er lokið, 2. til og með 4. grein eru samþykktar með 62 samhljóða atkvæðum. Í nefndaráliti á þingskjali 1155 er breytingartillaga frá meirihluta allsherjar- og menntamálanefndar við 5. grein og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslunni er lokið, breytingartillagan er samþykkt með 62 samhljóða atkvæðum. Þá er greitt atkvæði 5. grein svo breytt á hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslunni er lokið, 5. grein svo breytt er samþykkt með 62 samhljóða atkvæðum. Þá er greitt atkvæði 7. til og með 14. grein og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslunni er lokið, 7. til og með 14. grein eru samþykktar með 62 samhljóða atkvæðum. Fyrirsögn frumvarpsins skoðast samþykkt án atkvæðagreiðslu ef enginn hreyfir andmælum og sömuleiðis að það gangi til 3. umræðu. Tekið er fyrir 11. dagskrármálið kvikmyndalög stjórnarfrumvarp 465. mál á þingskjali 671, nefndarálit á þingskjali 1157, framhald 2. umræðu atkvæðagreiðsla. Greitt er atkvæði um 1. grein og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðsla stendur yfir, atkvæðagreiðslunni er lokið. 1. grein er samþykkt með 61 samhljóða atkvæði. Í nefndaráliti á þingskjali 1157, töluliðir 1–4, eru breytingartillögur frá allsherjar- og menntamálanefnd við 2. til 10. grein og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslan stendur yfir, atkvæðagreiðslunni er lokið. Breytingartillögurnar eru samþykktar með 62 samhljóða atkvæðum. Þá verða greidd atkvæði um 2. til og með 10. grein svo breyttar og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslan stendur yfir, atkvæðagreiðslunni er lokið. 2. til og með 10. grein svo breyttar eru samþykktar með 62 samhljóða atkvæðum. Þá verða greidd atkvæði um 11. til og með 15. grein og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslan stendur yfir, atkvæðagreiðslunni er lokið. 11. til og með 15. grein eru samþykktar með 62 samhljóða atkvæðum. Fyrirsögn frumvarpsins skoðast samþykkt án atkvæðagreiðslu ef enginn hreyfir andmælum og sömuleiðis að málið gangi til 3. umræðu. Tekið er fyrir 12. dagskrármálið þjóðarsátt um bætt kjör kvennastétta, þingsályktunartillaga, 50. mál á þingskjali 50, nefndarálit á þingskjölum 1066 og 1173, framhald síðari umræðu atkvæðagreiðsla. Til máls tekur atkvæðagreiðsluna hv. þingmaður Þorsteinn Víglundsson, 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður. Virðulegur forseti, við greiðum hér atkvæði um þingsályktunartillögu til þess að taka á þeim þætti sem skýrir hvað best launamun kynjanna á íslensku vinnumarkaði, þar að segja hversu kynskiptur hann er og hversu kerfisbundið lægra launaðar kvennastéttir eru á vinnumarkaði samanborið við menntun og ábyrgð. Fyrir okkur liggja 2 breytingartillögur, annars vegar breytingartillaga minnihlutans sem er minniháttar breyting frá upprunalegri þingsályktunartillögu sem ég styð. Breytingartillaga meirihlutans í þessu máli, sem mér þykir leitt að ekki hafa náð samstaði í nefndinni málið í heild, að mínu viti bætir engu við það sem þegar er gert á vinnumarkaði. Þannig að hér er gert ráð fyrir að vinna greiningu á kynbundnum launamun sem unnin er reglulega af Hagstofu Íslands og hins vegar að horfa til reynslunnar af starfsmati sveitarfélaga sem er annað orð yfir jafnlaunavottun sem þegar hefur verið lögbundin á vinnumarkaði. Ég tel því lítið gagn af þeirri breytingartillögu og lítið gagn þar af leiðandi að þingsályktunartillögunni verður samþykkt í þeirri mynd. Ég hvet þingheim eindregið til þess að sýna samstöðu að taka á kynbundnum launamun á vinnumarkaði með samþykki á tillögu minnihlutans. Til máls tekur atkvæðagreiðsluna hv. 4. þingmaður Suðvesturkjördæmis Guðmundur Andri Thorsson. Virðulegur forseti, hér á landi ríkir markvisst vanmat á framlagi kvenna, réttindum kvenna, störfum kvenna og menntun kvenna. Þessi tillaga er djörf og róttæk tilraun til þess að ráðast að rótum þess vanda. Ég tel
að breytingartillaga hv. meirihluta nefndarinnar sé til þess fallin að drepa málinu á dreif. Þar ekki einu sinni minnst á kvennastéttir. Og ég hvet þingheim til að fella þá breytingartillögu en styðja breytingartillögu minnihluta nefndarinnar. Til máls tekur atkvæðagreiðsluna hv. 9. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Andrés Ingi Jónsson. Virðulegur forseti, stundum held ég að fólk sitji heima í stofu og skilji ekki alveg hvað við erum ósammála af því að hér stendur allur þingheimur að tillögum sem ganga út á það að við ráðumst í aðgerðir til að bæta kjör kvennastétta. Eini munurinn sá að fulltrúar minnihlutans vilja Bjarni Benediktsson leiði vinnu í átt að þjóðarsátt í þeim efnum, meðan við í meirihlutanum bendum á praktískt verkfæri, starfsmatið, sem ekki það sama og jafnlaunavottunin, heldur miklu öflugara tól sem að kafar ofan í launasetningu stórra eininga eins og Reykjavíkurborg og það því að þakka að launamunur kynjanna nánast horfinn úr borginni og við viljum að því tæki sé beitt hjá ríkinu og þess vegna vil ég að meirihluta tillagan hljóti hér brautargengi af því að það miklu meira kjöt á þeim beinum. Í nefndaráliti á þingskjali 1066 breytingartillaga frá minnihluta allsherjar- og menntamálanefndar að tillögugreinin orðist eins og þar segir og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslan stendur yfir. Atkvæðagreiðslunni lokið. Breytingartillagan felld með 34 atkvæðum gegn 28. Í nefndaráliti á þingskjali 1173 breytingartillaga frá meirihluta allsherjar- og menntamálanefndar að tillögugreinin orðist eins og þar segir og hefst nú atkvæðagreiðslan. Hv. þingmaður Þorsteinn Víglundsson, 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, gerir grein fyrir atkvæði sínu. Eru það fleiri? Svo ekki. Virðulegur forseti, ég verð að lýsa vonbrigðum mínum með, ég myndi segja kjarkleysi þingsins til þess að taka raunverulega á þeim vanda sem hér við að etja. Ég ítreka fyrir orð mínum að ég telji þessa breytingartillögu meirihlutans litlu við bæta við það sem þegar gert á vinnumarkaði í þessum efnum, en hversu veikburða sem hún styð ég að sjálfsögðu allar tillögur til þess að eyða kynbundnum launamun á vinnumarkaði og greiði því atkvæði með henni. Atkvæðagreiðslan stendur yfir. Hafa allir hv. þingmenn greitt atkvæði. Atkvæðagreiðslunni lokið. Breytingartillagan samþykkt með 30. Óskað eftir því að endurtaka atkvæðagreiðsluna verður orðið við því og hefst hún að nýju. Atkvæðagreiðslan stendur yfir. Hvet hv. þingmenn til að vera snögga að greiða atkvæði. Stendur yfir atkvæðagreiðsla breytingartillögu frá meirihluta allsherjar- og menntamálanefndar að tillögugreinin orðist eins og þar segir. Og nú lýkur atkvæðagreiðslunni. Og breytingartillagan samþykkt með 34 atkvæðum gegn 28. Þá var greidd atkvæði tillöguna í heild svo breytta og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðsla stendur yfir. Atkvæðagreiðslunni lokið. Tillagan í heild svo breytt samþykkt með 62 samhljóða atkvæðum og verður send hæstv. Ríkisstjórn sem ályktun Alþingis. Tekið fyrir 13. dagskrármálið. Lögheimili og aðsetur. Stjórnarfrumvarp 345. mál á þingskjali 459, nefndarálit á þingskjali 1160, framhald 2. umræðu, atkvæðagreiðsla. Fyrst verða greidd atkvæði um 1. grein og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðsla stendur yfir. Atkvæðagreiðslunni lokið. 1. grein samþykkt með 61 samhljóða atkvæði. Þá verða greidd atkvæði um 2. og 3. grein og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðsla stendur yfir. Atkvæðagreiðslunni lokið. 2. og 3. grein eru samþykktar með 59. Ég held það verði að gera það. Hvet hv. þingmenn til að vera með á nótunum og greiða atkvæði. Greiddur atkvæði um 2. og 3. grein. Atkvæðagreiðslunni lokið. 2. og 3. grein eru samþykktar með 62 samhljóða atkvæðum. Í nefndaráliti á þingskjali 1160 töluliðir 1–5 eru breytingartillögur frá allsherjar- og menntamálanefnd við greinar 4–17 og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðsla stendur yfir. Atkvæðagreiðslunni lokið. Breytingartillögurnar eru samþykktar með 62 samhljóða atkvæðum. Þá verða greidd atkvæði um 4. til og með 17. grein svo breyttar og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðsla stendur yfir. Atkvæðagreiðslunni lokið.
4. til og með 17. grein svo breyttar eru samþykktar með 62 samhljóða atkvæðum. Þá er greidd ákvæði 18. til og með 20. grein og ákvæði til bráðabirgða 1 og 2 og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslunni lokið. 18. til 20. grein og ákvæði til bráðabirgða 1 og 2 eru samþykktar með 62 samhljóða atkvæðum. Fyrirsögn skoðað samþykkt án atkvæðagreiðslu ef enginn hreyfir andmælum og sömuleiðis að máli gangi til 3. umræðu. Tekið fyrir 14. dagskrármálið hollustuhættir og mengunarvarnir og fleira stjórnarfrumvarp 348. mál á þingskjali 344, nefndarálit á þingskjali 1161, framhald 2. umræðu, atkvæðagreiðsla. Fyrst er það greidd atkvæði 1. grein og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðsla stendur yfir, atkvæðagreiðslunni er lokið. 1. grein er samþykkt með 62 samhljóða atkvæðum. Þá er að greidda atkvæði 2. grein og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslan stendur yfir, atkvæðagreiðslunni er lokið. 2. grein er samþykkt með 61 samhljóða atkvæði. Á þingskjali 1161 töluliðir 1 og 2 eru breytingartillögur frá umhverfis- og samgöngunefnd við 3. og 4. grein og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðsla stendur yfir, atkvæðagreiðslunni er lokið. Breytingartillögurnar eru samþykktar með 62 samhljóða atkvæðum. Þá er að greidda atkvæðum 3. og 4. grein svo breyttar og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðsla stendur yfir, atkvæðagreiðslunni er lokið. 3. og 4. grein svo breyttar eru samþykktar með 62 samhljóða atkvæðum. Þá er að greidda atkvæðum 5. grein og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslunni er lokið. 5. grein er samþykkt með 61 samhljóða atkvæði. Fyrirsögn skoðað samþykkt án atkvæðagreiðslu ef enginn hreyfir andmælum og sömuleiðis að máli gangi til 3. umræðu. Tekið er fyrir 15. dagskrármálið. Stefna stjórnvalda uppbyggingu flutningskerfis raforku, stjórnartillaga 179. mál á þingskjali 253, nefndarálit á þingskjali 1162, framhald síðari umræðu, atkvæðagreiðsla. Til máls tekur atkvæðagreiðsluna hv. þingmaður Kolbeinn Óttarsson Proppé, 7. þingmaður Reykjavíkur suður. Virðulegur forseti, ég fór hér í framsögu minni með nefndaráliti háttvirtrar atvinnuveganefndar í dag yfir hve góð samstaða hefði náðst innan nefndarinnar þetta mál og ég verð að endurtaka hrós mitt til félaga minna í atvinnuveganefnd. Mig langar líka að nýta tækifærið til að hrósa hæstvirtum ráðherra málaflokksins sem hefur lagt fram þessa metnaðarfullu áætlun og unnið ráðuneytið vel með okkur í að koma á framfæri okkar breytingartillögum. Ég ætla að leyfa mér að trúa því að við séum á þeim stað að geta nýtt það tækifæri að geta sett Íslandi alvöru stefnu í öllu við lítur að orkumálum á næstunni. Hæstvirtur ráðherra stóð hér fyrir þingsályktunartillögu orkuskipti í samgöngum á síðasta kjörtímabili og nú hefur hún skipað hópum stefnumótun fyrir orkustefnu, þannig að ég held að við getum náð góðri sátt hér innan samfélagsins orkumál til framtíðar. Í nefndaráliti á þingskjali 1162 er breytingartillaga frá atvinnuveganefnd við tillögugreinina og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslan stendur yfir, atkvæðagreiðslunni er lokið. Breytingartillagan er samþykkt með 62 samhljóða atkvæðum. Þá er að greidda atkvæðum tillögugreinina svo breytta og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðsla stendur yfir, atkvæðagreiðslunni er lokið. Tillögugreinin svo breytt er samþykkt með 62 samhljóða atkvæðum. Greiddur atkvæði tillöguna í heild svo breytta og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslan stendur yfir, atkvæðagreiðslu er lokið. Tillagan í heild svo breytt er samþykkt með 62 samhljóða atkvæðum og verður send hæstvirtri ríkisstjórn sem ályktun Alþingis. Tekið er fyrir 16. dagskrármálið. Jöfn meðferð óháð kynþætti og þjóðernisuppruna stjórnarfrumvarp 393. mál á þingskjali 550, nefndarálit á þingskjali 1179, framhald 2. umræðu atkvæðagreiðsla. Til máls tekur atkvæðagreiðsluna hv. þingmaður Steinunn Þóra Árnadóttir, 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður. Herra forseti, í þessari atkvæðagreiðslu, svo annarri atkvæðagreiðslu skylt mál, erum við að fara að greiða atkvæði það sem oft hefur verið kallað mismununarlöggjöfin. Með þessu og hinu frumvarpinu er verið að auka verulega réttindi fólks sem tilheyrir jaðarsettum hópum í íslensku samfélagi
og munu þeir fá mjög mikla réttarbót verði þessi frumvarp samþykkt. Mig langar að þakka hv. allsherjar- og menntamálanefnd fyrir gott samtal og samstarf við vinnslu þessara mála og svo ekki síður vil ég þakka hæstv. Félagsmálaráðherra fyrir það að leggja til bráðabirgðaákvæði sem gerir það að verkum að verði það samþykkt þá verði frumvarp jafna meðferð óháð kynþætti og þjóðernisuppruna útvíkkað, að hann komi hér á næsta þingi með eða að ári frá gildistöku þessara laga með frumvarp sem nær til enn stærra hóps og þar með verður mannréttinda- og réttindaverndin enn betri. Þetta er mikilvægt mál. Já, til máls tekur atkvæðagreiðsluna hv. 10. þingmaður Suðvesturkjördæmis Óli Björn Kárason. Herra forseti, þetta frumvarp ágætt dæmi það þegar við í góðum ásetningi gerum samfélagsverkfræðingar í þeirri trú að við getum leyst öll vandamál heimsins. Öll vandamál sem við þurfum að glíma. Ég segi, því miður erum við að rata á villigötur. Og það sem ég óttast að gerist með þessu frumvarpi og öðru hér sem kemur hér síðar til atkvæða að við þynnum út þau stjórnarskrárvörðu réttindi sem eru heilög. En í 65. grein segir að allir skulu vera jafnir fyrir lögum og njóta mannréttinda án tillits til kynferðis, trúarbragða, skoðana, þjóðernisuppruna, kynþátta, litarhátta, efnahags, ætternis og stöðu og öðru leyti. Og þegar við teljum ástæðu til þess að setja í lög það sem tryggt í stjórnarskrá, þá þynnum við út stjórnarskrána og merkingu hennar. Þetta frumvarp bætir engu við það sem ekki segir í stjórnarskrá og öðrum lögum og því get ég ekki stutt frumvarp hæstv. félags- og jafnréttisráðherra. Þá tekur til máls atkvæðagreiðsluna hv. 4. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis Suður Þórhildur Sunna Ævarsdóttir. Herra forseti, ég ætla nú að koma hérna upp til þess að ræða eins þessa atkvæðagreiðslu en ég verð eiginlega að svara því fádæma bulli sem kom hér frá hv. þingmanni Óla Birni Kárasyni. Gjörðu svo vel. Þetta mun ekki þynna nokkurn skapaðan hlut út, enda höfum við sett ýmis lög ýmis þau réttindi, til dæmis eignarréttinn sem að mörgum samflokksmönnum hv. þingmanns einkar annt og gerir það ekkert annað en að styrkja þau stjórnarskrárbundnu réttindi. Það sem hins vegar að koma út úr þessum lögum að sjálfsögðu það að núna miklu meiri réttarheimild fyrir því að fólk leiti sér réttar síns á ódýrari hátt hjá kærunefnd sem nú oft eitthvað sem að fólk hefur vantað upp á, enda hafa ekki allir efni á því að leita sér úrlausna sinna mála hjá dómstólum og hér erum við að koma að stjórnsýslulegum úrræðum til þess að vinna gegn mismunun hér á Íslandi. Þetta hefur vantað, við erum eftirbjátar annarra þjóða hvað þetta varðar og þetta mikil réttarbót og það engin veiking á þessum réttindum í þessu falin, heldur einungis styrking. Til máls tekur atkvæðagreiðsluna hv. 3. þingmaður Norðausturkjördæmis Sigmundur Davíð Gunnlaugsson. Virðulegur forseti, allir hv. þingmenn hljóta að vera sammála markmið þessa frumvarps. En eins og hv. þingmaður Óli Björn Kárason benti mjög vel á hér áðan, þá þessi réttur sem að þessu frumvarpi ætlað að tryggja þegar til staðar í fyrirliggjandi lögum og í stjórnarskrá. Og það kannski til marks málefnarýrð þessarar ríkisstjórnar og skort á nýjum málum að hún skuli hér vera að reyna að skreyta sig með fjöðrum fyrri kynslóða þingmanna, endurvinna mál, samþykkja aftur það sem aðrir þingmenn hafa þegar leitt í lög, réttarbætur sem aðrir þingmenn hafa þegar leitt í lög og í stjórnarskrá. Og það ekki svo, virðulegur forseti, að ef einhver tiltekinn hópur ekki sérstaklega nefndur í lögum og að hann að njóta jafns réttar, að þá njóta hann ekki þess réttar. Allir einstaklingar skulu njóta jafns réttar samkvæmt stjórnarskrá Íslands. Svoleiðis að það að gefa til kynna að það þurfi sérstaklega að nefna alla hópa til þess að þeir njóti þess réttar skaðlegt, virðulegur forseti. Til máls tekur atkvæðagreiðsluna hæstv. Fjármála- og efnahagsráðherra Bjarni Benediktsson. Virðulegur forseti, ég verð að
taka undir með þeim sem hér hafa mælt í umræðu þessa atkvæðagreiðslu hvað það varðar að það hefur reynst þeim sem hafa kallað eftir skýringum á því hvaða réttindi það eru sem ekki eru varin samkvæmt gildandi rétti sem bætast við samkvæmt þeim lögum sem hér verið að lögfesta og án þess að nokkurn tímann hafi fengist skýr svör við þessu að þá erfitt að vera sammála því að það sé skortur á þessari lagasetningu eða þar að segja að það sé einhver sérstök þörf fyrir hana. Og þetta setur menn auðvitað í dálítið sérstaka stöðu sem að telja réttinn vera til staðar en einfaldlega þetta sé ekki góð lagasetning sem að við erum með í höndunum hér. Þegar að þarf að taka afstöðu til allra þeirra réttinda sem að síðan eru hér talin upp. Sannarlega eru menn ekki mótfallnir réttindunum sem eru hér, heldur einfaldlega að spyrja til hvers þessi lög núna í ljósi þess réttar sem í gildi. Og við þessu finnst mér ekki hafa fengist gild svör hér í þinglegri umræðu. Til máls tekur atkvæðagreiðsluna hæstv. Félags- og jafnréttismálaráðherra Ásmundur Einar Daðason. Virðulegur forseti, ég vil þegar við afgreiðum þetta mál hérna þakka hæstvirtri velferðarnefnd fyrir hennar allsherjar- og menntamálanefnd fyrir hennar góðu störf í þessu máli og sérstaklega framsögumanni málsins Steinunni Þóru Árnadóttur og segja það að þær athugasemdir sem hafa komið hér fram að þeim hygg ég að hafi verið svarað við vinnslu málsins í nefndinni enda sé ég ekki annað og mætti leiða því líkum með umræðuna hér að þetta sé mikil deila þetta mál en undir nefndaráliti rita fulltrúar allra stjórnmálaflokka sem eiga sæti í nefndinni og það virðist vera full samstaða um málið og hluti af því að leysa þetta mál það að setja inn bráðabirgðaákvæði sem felur það í sér að þessi lög verði útvíkkuð og það nái til fleiri hópa og ráðherra félags- og jafnréttismála falið að vinna þar nýtt lagafrumvarp sem verði lagt fram á Alþingi innan árs frá því að þessi lög taka gildi og ég vil lýsa því yfir að ég mun leggja mitt af mörkum til þess að tryggja að svo verði og ég óska okkur til hamingju með að þetta frumvarp sé að ná hérna í gegn og sérstaklega það sé í svona gríðarlega góðri sátt út úr nefndinni að fulltrúar allra stjórnmálaflokka skuli vera á því og það sýnir hversu vel það unnið af hálfu nefndarinnar og sérstaklega framsögumanninn Steinunni Þóru Árnadóttur. Takk fyrir þetta. Til máls tekur atkvæðagreiðsluna hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður Hanna Katrín Friðriksson. Forseti. Ég fagna þessari framkomnu frumvörpum vegna þess að það mikilvægt að tryggja jafnan rétt ólíkra hópa og þrátt fyrir okkar margt ágætis stjórnarskrá þá eru hópar þar sem ekki sérstaklega tilgreindir. Það fjallað sérstaklega þá í þessu frumvarpi. Það að ræða hópa mismunandi kynvitund, kyneinkenni og kyntjáningu, svo dæmi séu tekin. Ástæða þess að ég hér uppi nú samhliða því að fagna þessu að lýsa yfir ákveðnum vonbrigðum með það að á sama tíma skuli ekki vera hér löggjöf málefni transfólks og intersex fólks vegna þess að það hefur töluvert skeið verið talað að þessi pakki fari saman. Ég átta mig á því að heilbrigðisráðherra hæstvirtur með þessi mál á sinni könnu og hefur talað að það komi fram í haust sem gott en ég lýsi engu að síður yfir áhyggjum þessu vegna þess að á meðan hefur verið unnið að þessum heildstæða málaflokki þá hefur verið mikið talað mikilvægi þess að þetta sé sett fram saman. Og ég ætla bara að nota tækifæri hér og segja það að ég vonast innilega til þess að stór og mikill verkefnalisti hæstvirts heilbrigðisráðherra verði ekki til þess að nú þegar þetta orðið á lögum ef svo fer sem horfir að málefni trans og intersex fólks hrapi neðar á forgangslistanum. Til máls tekur atkvæðagreiðsluna hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður Þorsteinn Víglundsson. Herra forseti, það gæti jafnvel farið svo að ég færi rétt með hvernig ég muni greiða atkvæði í þessu máli. En mig langar að þakka hv. allsherjar- og menntamálanefnd fyrir vinnuna í þessu máli, hæstv. félags- og jafnréttisráðherra fyrir að koma með þetta mál hér fyrir þingið. Þetta hefur verið lengi í undirbúningi af hálfu framkvæmdarvaldsins og ég veit að fyrrum hæstv. félags- og þá húsnæðismálaráðherra Eygló Harðardóttir lagði mjög mikið á sig við vinnslu þessa máls á sínum tíma. Sjálfur lagði ég hér fyrir þing í tvígang en það náðist því miður ekki að ljúka málinu þá.
En ég fagnaði því mjög að málið sé hér komið til lokaafgreiðslu í þinginu og ég fagna líka þeirri umræðu sem hér að mikilvægt sé að stíga skrefinu lengra í þessu og ég heyri þá umræðunni hér og orðum hæstv. félags- og jafnréttismálaráðherra að við þurfum ekki að óttast að svo verði ekki gert og við munum takast jafnvel á við þau frekari skref í þessu mikilvæga máli þegar í haust. Máls tekur atkvæðagreiðsluna hv. 13. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Jón Steindór Valdimarsson. Herra forseti, þetta nú dálítið sérkennileg uppákoma sem að verða hér við afgreiðslu þessara mála, þar sem ég stóð nú í þeirri meiningu að þetta væri mál flutt af hæstvirtri ríkisstjórn, en það virðist vera einhver misskilningur það að þessi eining innan ríkisstjórnarinnar málið. Þá finnst mér nú dálítið undarlegur málflutningur að það megi ekki setja lög neitt sem að kveðið er á í stjórnarskránni. Þá held ég að við þyrftum nú að taka okkur til og hreinsa býsna vel til í lagasafninu ef að það er lagatúlkunin og túlkunin á stjórnarskránni. Við erum með lög jafna stöðu karla og kvenna. Það var verið að samþykkja þingsályktun hérna að það þyrfti að fara í vinnu við að jafna kjör karla og kvenna. Nú samkvæmt þessu þá segir stjórnarskráin allir skulu vera jafnir fyrir lögum. Eigum við ekki bara að fara heim, herra forseti? Fyrst verða greidd atkvæði 1. grein og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðsla stendur yfir. Greiddur atkvæði 1. grein frumvarpsins. Atkvæðagreiðslunni lokið. 1. grein samþykkt með 54 atkvæðum, 7 greiða ekki atkvæði. Endurtaka atkvæðagreiðsluna, verður orðið við því. Að greiða atkvæði 1. grein. Hvet alla hv. þingmenn til að greiða atkvæði. Atkvæðagreiðslunni lokið. 1. grein samþykkt með 53 atkvæðum, 8 greiða ekki atkvæði. Þá verða greidd atkvæði 2. til og með 4. grein og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðsla stendur yfir. Atkvæðagreiðslunni lokið. 2. til og með 4. grein eru samþykktar með 56 atkvæðum. 6 greiða ekki atkvæði. Í nefndaráliti á þingskjali 1179 töluður 1 breytingartillaga frá allsherjar- og menntamálanefnd við 5. grein og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðsla stendur yfir. Atkvæðagreiðslunni lokið. Breytingartillagan samþykkt með 54 atkvæðum. 8 greiða ekki atkvæði. Þá verða greidd atkvæði 5. grein svo breytt og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslan stendur yfir. Atkvæðagreiðslunni lokið. 5. grein svo breytt samþykkt með 53 atkvæðum, 8 greiða ekki atkvæði. Þá verða greidd atkvæði 6. til og með 17. grein og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðsla stendur yfir. Atkvæðagreiðslunni lokið. 7. til og með 17. grein eru samþykktar með 53 atkvæðum, 8 greiða ekki atkvæði. Í nefndaráliti á þingskjali 1179 töluliðir 2-4 eru breytingartillögur frá allsherjar- og menntamálanefnd við 18. og 19. grein og nýtt ákvæði til bráðabirgða og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðsla stendur yfir. Atkvæðagreiðslunni lokið. Breytingartillagan samþykkt með 54 atkvæðum, 8 greiða ekki atkvæði. Þá verða greidd atkvæði 18. og 19. grein svo breyttar og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðsla stendur yfir. Atkvæðagreiðslunni lokið. 18. og 19. grein svo breyttar eru samþykktar með 54 atkvæðum, 8 greiða ekki atkvæði. Ákvæði til bráðabirgða hafi þegar verið samþykkt. Fyrirsögn frumvarpsins skoðast samþykkt án atkvæðagreiðslu ef enginn hreyfir andmælum og að frumvarpið gangi til 3. umræðu. Tekið fyrir 17. dagskrármáli. Jöfn meðferð á vinnumarkaði stjórnarfrumvarp 394. mál á þingskjali 551. Nefndarálit á þingskjali 1184. Framhald 2. umræðu atkvæðagreiðsla. Greidd verða atkvæði 1. grein og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslan stendur yfir. Atkvæðagreiðslunni lokið. 1. grein samþykkt með 56 atkvæðum, 6 greiða ekki atkvæði. Þá verður greidd atkvæði 2. grein og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðsla stendur yfir. Atkvæðagreiðslunni lokið. 2. grein samþykkt með 54 atkvæðum, 8 greiða ekki atkvæði. Í nefndaráliti á þingskjali 1184 töluliðir 1-5 eru breytingartillögur frá allsherjar- og menntamálanefnd við 3. til og með 19. grein og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðsla stendur yfir. Atkvæðagreiðslunni lokið. Breytingartillögurnar eru samþykktar með 54 atkvæðum, 7 greiða ekki atkvæði. Þá verða greidd atkvæði 3. til og með 19. grein svo breyttar og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðsla stendur yfir. Atkvæðagreiðslunni lokið.
3. til og með 19. grein svo breyttar eru samþykktar með 54 atkvæðum, 7 greiða ekki atkvæði. Fyrirsögn skoðast samþykkt án atkvæðagreiðslu ef enginn hreyfir andmælum. Frumvarpið gengur nú til 3. umræðu er það samþykkt. Tekið er fyrir 18. dagskrármálið stefnumarkandi landsáætlun uppbyggingu innviða til verndar náttúru- og menningarsögulegum minjum 2018–2029. Stjórnartillaga 479. mál á þingskjali 689, nefndarálit á þingskjali 1182, framhald síðari umræðu atkvæðagreiðsla. Greidd er atkvæði um tillöguna í heild og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðsla stendur yfir, atkvæðagreiðslunni er lokið. Tillagan í heild er samþykkt með 52 atkvæðum og verður send hæstvirtri ríkisstjórn sem ályktun Alþingis. 62, já. Tekið er fyrir 19. dagskrármálið breyting á ýmsum lögum vegna alþjóðasamþykktar vinnuskilyrði farmanna, stjórnarfrumvarp 455. mál á þingskjali 654, nefndarálit á þingskjali 1183, framhald annarrar umræðu atkvæðagreiðsla. Fyrst verður greidd atkvæði um 1. grein og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslunni er lokið. 1. grein er samþykkt með 61 samhljóða atkvæði. Þá verður greidd atkvæði um 2. til og með 8. grein og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðsla stendur yfir. Atkvæðagreiðslunni er lokið. 2. til og með 8. grein eru samþykktar með 62 samhljóða atkvæðum. Í nefndaráliti á þingskjali 1183 töluliður 1 er breytingartillaga frá umhverfis- og samgöngunefnd við 9. grein og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslunni er lokið. Breytingartillagan er samþykkt með 61 samhljóða atkvæði. Þá verður greidd atkvæði um 9. grein svo breytta og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslunni er lokið. 9. grein svo breytt er samþykkt með 62 samhljóða atkvæði. Þá verður greidd atkvæði um 10. og 11. grein og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslunni er lokið. 10. og 11. grein eru samþykktar með 61 samhljóða atkvæði. Í nefndaráliti á þingskjali 1183 töluliður 2 er breytingartillaga frá umhverfis- og samgöngunefnd við 12. grein og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslunni er lokið. Breytingartillagan er samþykkt með 62 samhljóða atkvæðum. Þá verður greidd atkvæði um 12. grein svo breytta og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslunni er lokið. 12. grein svo breytt er samþykkt með 61. Endurtaka atkvæðagreiðsluna um 12. grein svo breytta. Þá allir háttvirtir þingmenn greitt atkvæði. Atkvæðagreiðslunni er lokið. 12. grein svo breytt er eftir sem áður samþykkt með 61 samhljóða atkvæði. Þá er greitt atkvæði um 13. og 14. grein og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslunni er lokið. 13. og 14. grein eru samþykktar með 62 samhljóða atkvæðum. Fyrirsögn skoðast samþykkt án atkvæðagreiðslu ef enginn hreyfir andmælum og sömuleiðis að frumvarpið gangi til 3. umræðu. Þá er tekið fyrir 20. dagskrármálið. Farþegaflutningar og farmflutningar á landi, stjórnarfrumvarp 111. mál á þingskjali 180, nefndarálit á þingskjali 1187, framhald annarrar umræðu atkvæðagreiðsla. Fyrst verður greidd atkvæði um 1. grein og hefst nú atkvæðagreiðsla. Atkvæðagreiðslunni er lokið. 1. grein er samþykkt með 61 samhljóða atkvæði. Í nefndaráliti á þingskjali 1187 er breytingartillaga frá umhverfis- og samgöngunefnd við 2. grein og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslan stendur yfir. Atkvæðagreiðslunni er lokið. Breytingartillagan er samþykkt með 61 atkvæði. 1 greiðir ekki atkvæði. Þá er greidd atkvæði um 2. grein svo breytta og hefst nú atkvæðagreiðsla. Atkvæðagreiðsla stendur yfir. Atkvæðagreiðslunni er lokið. 2. grein svo breytt er samþykkt með 62 samhljóða atkvæði. Þá er greidd atkvæði um 3. og 4. grein og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslunni er lokið. 2. og 3. og 4. grein eru samþykktar með 62 samhljóða atkvæðum. Fyrirsögn frumvarpsins skoðast samþykkt án atkvæðagreiðslu ef enginn hreyfir andmælum. Frumvarpið gengur nú til 3. umræðu ef enginn hreyfir andmælum þar við. Útbýtt er á fundinum þingskjali 1213 Ferðamálastofa breytingartillaga atvinnuveganefndar. Þingskjali 1214 pakkaferðir og samtengt ferðatilhögun nefndarálit atvinnuveganefndar. Þingskjali 1215 pakkaferðir og samtengt ferðatilhögun breytingartillaga atvinnuveganefndar.
Þingskjali 1217, biðlistar á Vog, fyrirspurn flutningsmaður Sara Elísa Þórðardóttir. Þingskjali 1218, atkvæðagreiðsla utan kjörfundar, fyrirspurn flutningsmaður Björn Leví Gunnarsson. Þingskjali 1220, breytingar á hjúskaparlögum, fyrirspurn flutningsmaður Albertína Friðbjörg Elíasdóttir. Þingskjali 1221, samningar heilbrigðisþjónustu sjúkrahússins á Akureyri við Grænland og Færeyjar, fyrirspurn flutningsmaður Anna Kolbrún Árnadóttir. Þingskjali 1222, aðkoma á hlutdeild hulduaðila í kosningum til Alþingis, skýrsla forsætisráðherra. Þingskjali 1224, notkun á Alþingishúsinu, fyrirspurn flutningsmaður Sigmundur Davíð Gunnlaugsson. Þingskjali 1225, uppbygging almenningssamgangna, fyrirspurn flutningsmaður Sigmundur Davíð Gunnlaugsson. Þingskjali 1226, sérfræðiráðgjöf ríkisstjórnarinnar, fyrirspurn flutningsmaður Sigmundur Davíð Gunnlaugsson. Þingskjali 1227, ráðherrar og annað aðstoðarfólk, fyrirspurn flutningsmaður Sigmundur Davíð Gunnlaugsson. Og þingskjali 1241, veiting ríkisborgararéttar, frumvarp allsherjar- og menntamálanefndar. Fleira liggur þó ekki fyrir þessum fundi. Boðað verður til næsta fundar þegar að loknum þessum fundi og hefst hann á ný með atkvæðagreiðslum. Fundinum er slitið. Og of skammt liðið frá útbýtingu nefndarálita og breytingatillagna. Þarf því að leita samþykkis fyrir því að taka megi málin á dagskrá og fer nú fram atkvæðagreiðsla þessi afbrigði. Atkvæðagreiðslan er hafin. Atkvæðagreiðslunni er lokið. Afbrigðin eru samþykkt með 57 samhljóða atkvæðum. Það er tillaga forseta að þingfundur geti staðið lengur í kvöld en þingsköp gera ráð fyrir eftir því sem þörf krefur. Tekið er fyrir fyrsta dagskrármálið, bann við tilteknum frammistöðubætandi efnum og lyfjum, stjórnarfrumvarp 293. mál á þingskjali 395 með áorðnum breytingum á þingskjali 1158. Þriðja umræða. Forseti biðst velvirðingar, dagskrá á að berast í síðustu sætin. Forseti skal endurtaka lesturinn mjög hægt. Tekið er fyrir fyrsta dagskrármálið, bann við tilteknum frammistöðubætandi efnum og lyfjum. Stjórnarfrumvarp 293. mál á þingskjali 395 með áorðnum breytingum á þingskjali 1158. Þriðja umræða. Enginn hefur kvatt sér hljóðs og er umræðu lokið og gengið til atkvæða. Greidd eru atkvæði frumvarpið í heild og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðsla stendur yfir. Atkvæðagreiðslunni er lokið. Frumvarpið er samþykkt með 62 samhljóða atkvæðum og verður sent hæstvirtri ríkisstjórn sem lög frá Alþingi. Tekið fyrir annað dagskrármáli, meðferð sakamála, frumvarp 628. mál á þingskjali 1041. Þriðja umræða. Enginn hefur kvatt sér hljóðs og er umræðu lokið
og gengið til atkvæða. Greiddur atkvæði frumvarpið í heild og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslan stendur yfir. Atkvæðagreiðslunni lokið. Frumvarpið í heild samþykkt með 62 samhljóða atkvæðum og verður sent hæstv. ríkisstjórn sem lög frá Alþingi. Tekið fyrir 3. dagskrármáli kjararáð frumvarp 630. mál á þingskjali 1048, 3. umræða. Til máls tekur hv. þingmaður Jón Þór Ólafsson, 8. þingmaður Suðvesturkjördæmis. Herra forseti, bara árétta það við Píratar munum sitja hjá í þessari atkvæðagreiðslu. Málið er seint inn komið, flutt af meirihlutanefndar sem er þá 5 af 9. Engin umræða í nefndin það nema bara þegar það var flutt, lítið upplýsingum komið fram, gert svona í flýti og svo á kláramálið í haust þar sem að verður lagst betur yfir þetta. En þangað til að við förum í málefnalega og yfirlegu yfir það hvað þetta þýðir allt saman að þá myndu Píratar sitja hjá. Það er margt sem áður gott samt sem er í þessu. Það verður að leggja niður kjararáð, það verður að passa það að launaæðstu ráðamanna fylgi launaþróun. Í þessu tilfelli að vísu opinbera starfsmanna sem við þurfum að skoða nákvæmlega hvað þýðir í þessu samhengi. Það er margt gott í þessu en það er margt líka mörgum spurningum ósvarað þannig að við munum sitja hjá í þessari atkvæðagreiðslu. Fleiri hafa ekki kvætt sér hljóðs og umræðu lokið og verður gengið til atkvæða. Greiddur atkvæði frumvarpið í heild og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðsla stendur yfir frumvarpið í heild. Og allir hv. þingmenn greitt atkvæði. Atkvæðagreiðslu er lokið. Frumvarpið er samþykkt með 48 atkvæðum, 14 greiða ekki atkvæði og verður sent hæstv. ríkisstjórn sem lög frá Alþingi. Tekið er fyrir 4. dagskrármáli köfun stjórnarfrumvarp 481. mál á þingskjali 691 með áorðnum breytingum á þingskjali 1126, 3. umræða. Enginn hefur kvatt sér hljóðs og umræðu lokið og gengið til atkvæða. Greiddur atkvæðum frumvarpið í heild og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðsla stendur yfir. Atkvæðagreiðslunni er lokið. Frumvarpið í heild er samþykkt með 62 samhljóða atkvæðum og verður sent hæstv. ríkisstjórn sem lög frá Alþingi. Tekið er fyrir 5. dagskrármálið aukatekjur ríkissjóðs stjórnarfrumvarp 629. mál á þingskjali 1047, 3. umræða. Enginn hefur kvatt sér hljóðs og umræðu lokið og gengið til atkvæða. Greiddur atkvæðum frumvarpið í heild og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðsla stendur yfir. Atkvæðagreiðslunni er lokið. Frumvarpið í heild er samþykkt með 62 samhljóða atkvæðum og verður sent hæstv. ríkisstjórn sem lög frá Alþingi. Tekið fyrir 6. dagskrármálið aðgerðir gegn skattaundanskotum og skattsvikum stjórnarfrumvarp 561. mál á þingskjali 884 með áorðnum breytingum á þingskjali 1149, 3. umræða. Enginn hefur kvatt sér hljóðs og umræðu lokið og gengið til atkvæða. Greiddur atkvæðum frumvarpið í heild og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslunni er lokið. Frumvarpið í heild er samþykkt með 61 samhljóða atkvæði og verður sent hæstv. ríkisstjórn sem lög frá Alþingi. Tekið fyrir 7. dagskrármálið íslenskur ríkisborgararéttur og barnalög stjórnarfrumvarp 133. mál á þingskjali 205 með áorðnum breytingum á þingskjali 1155, 3. umræða. Enginn hefur kvatt sér hljóðs og umræðu lokið og gengið til atkvæða. Greidd verða atkvæðum frumvarpið í heild og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðsla stendur yfir. Atkvæðagreiðslunni er lokið. Frumvarpið er samþykkt með 61 samhljóða atkvæði og verður sent hæstv. Það er óskað eftir að endurtaka atkvæðagreiðsluna og verður orðið í því. Greiddur atkvæðum frumvarpið í heild. Hvet allra hv. þingmenn til að vera snögga að greiða atkvæði. Atkvæðagreiðsla stendur yfir. Atkvæðagreiðslunni er lokið. Frumvarpið í heild er samþykkt með 62 samhljóða atkvæðum og sent hæstv. ríkisstjórn sem lög frá Alþingi. Tekið fyrir 8. dagskrármálið kvikmyndalög stjórnarfrumvarp 465. mál á þingskjali 671 með áorðnum breytingum á þingskjali 1157, 3. umræða. Enginn hefur kvatt sér hljóðs og umræðu lokið. Gengið til atkvæða og greiddur atkvæðum frumvarpið í heild og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðsla stendur yfir. Atkvæðagreiðslunni er lokið. Frumvarpið í heild er samþykkt með 62 samhljóða atkvæðum og verður sent hæstv. ríkisstjórn sem lög frá Alþingi. Tekið fyrir 9. dagskrármálið lögheimili og aðsetur stjórnarfrumvarp 345. mál á þingskjali 459 með áorðnum breytingum á þingskjali 1160, 3. umræða. Enginn hefur kvatt sér hljóðs og umræðu lokið. Gengið til atkvæða og greiddur atkvæðum frumvarpið í heild. Hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðsla stendur yfir. Atkvæðagreiðslunni er lokið. Frumvarpið í heild er samþykkt með 62 samhljóða atkvæðum og verður sent hæstv. ríkisstjórn sem lög frá Alþingi. Tekið fyrir 10. dagskrármálið hollustuhættir og mengunarvarnir
og fleira, stjórnarfrumvarp 248. mál á þingskjali 344 með áorðnum breytingum á þingskjali 1161, 3. umræða. Enginn hefur kvatt sér hljóðs og er umræðu lokið, gengið til atkvæða og greidd verða atkvæði frumvarpið í heild. Hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslu er lokið. Frumvarpið í heild er samþykkt með 61 samhljóða atkvæði og verður sent hæstvirtri ríkisstjórn sem lög frá Alþingi. Tekið er fyrir 11. dagskrármálið jöfn meðferð óháð kynþætti og þjóðernisuppruna, stjórnarfrumvarp 393. mál á þingskjali 550 með áorðnum breytingum á þingskjali 1179, 3. umræða. Enginn hefur kvatt sér hljóðs og er umræðu lokið, gengið til atkvæða og greiddur atkvæði frumvarpið í heild og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðsla stendur yfir, atkvæðagreiðslunni er lokið. Frumvarpið er samþykkt með 55 atkvæðum, 7 greiða ekki atkvæði og verður sent hæstvirtri ríkisstjórn. Óskar eftir að endurtaka atkvæðagreiðsluna. Verður orðið við því leið og hægt er. Þá ætti að vera hægt að ræsa kerfið og atkvæðagreiðslan er endurtekin 11. dagskrármálið og greiddur atkvæði frumvarpið í heild. Hvetur nú forseti alla hv. þingmenn til að vera vel með á nótunum og greiða atkvæði eins og hugur þeirra stendur til. Atkvæðagreiðslunni er þó lokið. Frumvarpið er samþykkt með 53 atkvæðum, 9 greiða ekki atkvæði og verður það sent hæstvirtri ríkisstjórn sem lög frá Alþingi. Tekið er fyrir 12. dagskrármálið jöfn meðferð á vinnumarkaði, stjórnarfrumvarp 394. mál á þingskjali 551 með áorðnum breytingum á þingskjali 1184, 3. umræða. Enginn hefur kvatt sér hljóðs og er umræðu lokið, gengið til atkvæða og greiddur verða atkvæði frumvarpið í heild og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslan stendur yfir, atkvæðagreiðslunni er lokið. Frumvarpið er samþykkt með 56 atkvæðum, 6 greiða ekki atkvæði og verður það sent hæstvirtri ríkisstjórn sem lög frá Alþingi. Tekið er fyrir 13. dagskrármálið breytingu á ýmsum lögum vegna alþjóðasamþykktar vinnuskilyrði farmanna, stjórnarfrumvarp 455. mál á þingskjali 654 með áorðnum breytingum á þingskjali 1183, 3. umræða. Enginn hefur kvatt sér hljóðs og er umræðu lokið, gengið til atkvæða, greiddir atkvæði frumvarpið í heild og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðsla stendur yfir, atkvæðagreiðslunni er lokið. Frumvarpið í heild er samþykkt með 62 samhljóða atkvæðum og verður sent hæstvirtri ríkisstjórn sem lög frá Alþingi. Tekið er fyrir 14. dagskrármálið farþegaflutningar og farmflutningar á landi, stjórnarfrumvarp 111. mál á þingskjali 180 með áorðnum breytingum á þingskjali 1187, 3. umræða. Enginn hefur kvatt sér hljóðs og er umræðu lokið, gengið til atkvæða, greiddur atkvæði frumvarpið í heild og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðsla stendur yfir, atkvæðagreiðslunni er lokið. Frumvarpið í heild er samþykkt með 62 samhljóða atkvæðum og verður sent hæstvirtri ríkisstjórn sem lög frá Alþingi. Nú verður gert hlé á þessum fundi til klukkan til klukkan 21:30. Er það ekki? Nei, við skulum segja til klukkan 21:15. 21:15. Og þetta hlé, forseti biður um hljóð, það er bara einn forseti á þessum fundi. Hléð verður til 21:15 og er það bæði kvöldmatarhlé og til nefndarfunda. Ekki er gert ráð fyrir að þurfi frekari atkvæðagreiðslur í kvöld. Fundinum er frestað til 21:15.